er hlutfallið á þyngdartogi sólar á tungls á móti þyngdartogi jarðar á tungls. Við höfum að gera ráð fyrir að fjarlægð til tungls er svo sama og til frá jörð til sólar. Og ef við veltum því fyrir okkur þá erum við með töflu aftast í University Physics á blaðsíðu A8 í viðauka F sem er þá 1580 á online skjalinu. Við tökum fyrir fjarlægðirnar, þá erum við með eitthvað sem segir að við erum með tungli hér og við vitum að tungli fer hringinn í kringum jörðina, þannig að þetta er radíusins fjarlægðin frá miðju jarðar í mitt tungl sem er 3,84 sem 10/8. Skella því hérna á. Þetta er fjarlægðin á radíus jörð tungl metrar, og við ætlum að fara og skoða fjarlægðina frá sól til jarðarinnar og skoðum hérna jörðina, hún er hérna og hérna er radíusinn á sporbaugum og hann er 1,5 sem 10/11. Skellum því hérna í líka. Þannig að við erum með radíus jörð sól. Ef við myndum finna raun og veru fjarlægðina frá tungli til sólar, þá myndum við draga þessa tölu frá hvora aðra. Við skulum skrifa þessa á staðalform þannig að það sé sama veldi á tíunni hérna, og ef við myndum draga hérna 3,84 sinni 10/8 frá þessari fjarlægð, þá fengjum við eitthvað 1496,16 sinnum 10/8 metra, sem eru cirka fjarlægðin frá jörð til sólar 10/11. Þannig að þetta er ástæðan fyrir því að við nálgum þessa fjarlægð sem bara fjarlægðina frá jörð til sólar, þessa tungl til sólar. Allt í lagi. Þá ætlum við að fara að byrja á dæminu. Þyngdarkraftur á jörð tungl er jafnt á stóra G sinnum massinn á jörðinni sinnum massinn á tunglinu deilt með fjarlægðinni jörð tungl í öðru veldi. Þyngdarkrafturinn á sól tungl er cirka G sinnum massinn á sólinni sinnum massinn á tunglinu deilt með radíusnum á sól til tungl sem er þá jörð til sólar, jörð sól í öðru veldi. Allt í lagi. Nú áttum við að finna þetta hlutfall þyngdartogið eða kraftinn á sól tungl á móti þyngdarkraftinum af jörð tungl. Jörð tungl. Allt í lagi. Hann er þá jafnt og, ef við skiptum þessu svona jafnt, þá erum við með FST sem er GMJMT deilt með RJT í öðru deilt með G sinnum MS, stóra G hérna, MSMT deilt með RJS
í öðru veldi. Það er að hrista til hérna, laga þetta aðeins hérna, jörð, sól, allt í lagi. Þá getum við snúið í við vegna þess að við þurfum verið með að deila í brot. Þannig að þá getum við snúið seinni hérna setja brotinu við andhverfunni. Þannig að þá fáum við G, M, J, M, K deilt með R, J, K í öðru sinnum R, J, S í öðru deilt með G, M, S, M, T. Nú, þá getum við stytt einhverjar stærðir út. Við ætlum að stytta MT á móti þessu hérna og G-nu hérna á móti þessu hér. Þannig að við getum skrifa þetta upp einfaldað sem að FST deilt með FJT er þá jafnt og MJ massi jarðar sinnum radíus jarðar sól í öðru veldi deilt með massi sólar sinnum radíus jarðar tungls í öðru veldi. Til þess að einfalda fyrir okkur ásláttinn í vasareikninum þá getum við margfaldsett MJ deilt með MJS þetta með að margfalda þetta hérna við getum sett annað veldi fyrir utan RJS deilt með RJT og annað veldi hérna. Til þess að einfalda okkur ásláttinn. Við þurfum að finna massan á jörðinni. Massin á jörðinni, hann ætti að vera í töflunni sem að var okkur bent á, massi jarðar. Hann er cirka bát hérna, þannig að við ætlum að hvernig gerum maður þetta svona, já, og svona, og ég ætla að taka massan á jörðinni. Ok, 5,97 sinni 1024, reynum að muna þetta. Massin á jörðinni er 5,97 sinnum 10 í 24 kíló, og massi sólar, hann ætti að vera cirka 1,99 sinnum 10 í 30. 1,99 sinnum 10 sinnum 10 í 30. Það skrifa hérna, laga þetta 10 Það eru komið allar tölur sem við þurfum. Við ætlum að setja massa jarðar sem er 5,97 sinnum 10 í 24. Deila hérna með massa sólar sem er 1,99 sinnum 10 í 30. 10 í 30. Svona. Og þá ætlum að setja radíus jörð sól sem er 1,5 sinnum 10 í 11. deilt með radíus jörð tungl sem er 3,84 sinnum 10 í 8. Og þetta þarf að vera í öðruveldi, og við sláum þetta inn í vasareikni. Þá fáum við að hlutfallið cirka 2,8. Þá er dæmið búið.